Mér fannst það mjög skemmtilegt. Sérstaklega erlendu fyrirlesandur voru með áhugaverðar athugasemdir við meðal annars efnahagsstefnu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Gagnrýndu stefnuna. En gagnrýnin var svona mótsagnakennd. Það var annarkvört að niðurskurðaráætlunin hefði verið of langdregin, hefði þurft að fara strax í að skera niður eða þá ætti bara að hægja. Var það þá mismunandi eftir hver var að tala? Það var alltaf sami aðili sem að vera... Já, það var mismunandi eftir hver það var. Fannst þér, þannig að það voru margir sem hafði áhyggjur af því og fólk var svona svolítið að tala um það að fólk hefði áhyggjur að þetta yrði of einhliða, þessi fundur. Fannst þér það vera raunin? Ég var hissa hvað þeir voru upplýstir okkar gagnrýni á það sem hefur verið gert hérna eftir hlutinu. Og ég held að bréfin sem hafa verið send til þeirra í vikunni hafa skipt mjög miklu máli. Call for Titanic! Ég sá á Vísi, það var verið að tala um að Björn Krugman hefði sagt að það gengi ekkert upp að við getum ekki komist áfram nema að borga skuldir. Það sagði einmitt öfugt, það sagði að þurfti að skrifa það niður. Og Vísi.is skrifar sko að við komumst ekki áfram nema að borga skuldir. Það var Steingrímur Jósima sagði það, en ekki Ég skrifaði Vísi og sagði þeim að þetta væri rangt eftir. Hann mundi það nefnilega svolítið. Hver? Steingrímur, hann var að stýra. Miklu betra en ég átti von á. Það var einstaklega sem að vera eins og konan að það sem talaði stýrði ekki íslenska prógramminu og hún talaði bara hún var bara eins og róbot sem að hugsaði bara í einhverju tölum og bara innheimta skuldirnar og eitthvað svoleiðis. Hver, þessi frá sjóðnum? Já. Kósak, Julie Kósak? Þessi sem var í fyrri málstofunni, þarna ekki sem var seinast. Ok, ég held að Julie Kósak hafi verið í seinni málstofunni. Já, hún sagði... Það var hún sem var að tala um velferðina? Já, og það var hún sem sagði hvað Íslandinga hefur tekist vel að varðveita velferðarsamfélagið. Það fannst mér, það fekk ég alveg rosalega tónstakast. Það var bara alveg, og ég var hissa að fleiri skildi ekki hissa. Þeir eru búin að vera lengi hérna. Þeir eru búin að vera í alla dag. Við erum bara inni að þessa fína fólki. Hvernig var þetta, Marino? Þetta var bara nokkuð áhugavert og þetta var ekki eins mikil já-vina fundur eins og ég átti von á. Mér finnst þetta að vera opið fyrir alveg gríðarlega miklu og mörgu og meira sér pólitíka sem voru gagnrýnir á sjálfan sig. Var eitthvað svona sem finnst standa upp úr? Já, þessi bara hvernig var opnað fyrir það að losna við verðtrygginguna. Mér fannst það nægilega svona að vera, meira að segja, Gylfi Arnbjörnsson sagði ég engin sérstakur varðhundur verðtryggingar en hvernig hann orðaði það. Og þannig að það var eiginlega svona nokkurn veginn línan í þessu að við yrðum að losna við verðtrygginguna. Og vegna þess að hún væri þessi skemmandi náttúru. Martin Wolf, hann tók svar fulltrúa Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og sagði, og nú ætla ég að segja það sem þú sagðir á venjulegri ensku. Þetta fólk er náttúrulega sérfræðingar í að svara spurningum og segja ekki nokkuð skapaðan hlut. Þannig að, en það voru nokkrir hérna sem voru samt skýrir. Mér fannst það mjög skýrt þegar hún svaraði þér. Þegar hún vildi rifjalaust svar og hún svaraði mjög skýrt og sagði hvernig það var eitthvað. Það sagði þið virkið ykkur út vandan og nánast. Ég held ég að afhjúpa hana. Já, afhjúpa hana algjörlega. Þetta var nú áhugaverðara en ég hélt allavega frá útlendingum. Þeir verðast alveg vera með allt aðra sýn heldur en Íslendingarnir á þetta. Fannst mér. Hvernig þá? Bara þeir virðast vera allir á þeirri línu að það er að skrifa niður lánin. Það er að taka út verðtryggingu af lánum. Eða indexation. Hvort sem það er bundið við gengi eða hvað annað.